Góðan daginn. Í dag ætla ég sýningu hvernig ég málaði bjölluna sem í föndupakkanum frá mér. Í pakkanum að finna perlur, gilt og silfra band, borða til að gera slaufu, bjöllu og svo bjölluna, málingu og pensil. Það sem þið þurfa að hafa við hendina vatn, gott að hafa tusku, blýant ef þið vilja gera eitthvað mynstur eða eitthvað á bjöllunni ykkar og tusku, ég var búin að segja það var það ekki. Jú, eitthvað undir, blaðið eitthvað undir þið eru að mála og vera í fötum sem að ykkur svona ekki mjög andum því að þetta er akrílmáling og hún getur fest í fötum. Byrjum bara að mála bjölluna sjálfa. Ég málaði hana rauða. Fínt að mála bara báðar hliðar strax. Og það er gott að fara 2 umferðir því ein umferð, ef ykkur finnst ein umferð ekki þekja nóg þá farið þið 2 umferðir og jafnvel fleiri ef þið viljið það. Það sem að ég hefði nú viljað gera kannski öðruvísi þarna, svona eftir á að hyggja, þá hefði ég átt að sleppa samt að mála rautt þarna alveg neðst, sem sagt bjölluna eða kúluna sjálfa þarna neðst, sjáu þið. Af því þegar ég fer svona að mála þetta eftir silfurlitað eins og þarna sjáu þið, að þá er svolítið erfitt að fá góða þekju á það. Þannig að það hefur verið betra að hafa bara viðinn undir. En þegar eitthvað svona gerist, þá bara fer maður fleiri umferðir, þangað til maður er sáttur við þekjuna, sáttur við litin. Þannig bara leiðum við svo þarna á milli og svo bara höldum við áfram þangað til við erum ánægð með þetta. Ég sé hérna er ég að fara umferð númer 2 eða eitthvað. Nei, kannski ekki, hérna er ég bara að laga þetta að sjá. Og svo er hægt að mála brúnirnar ef maður vill. Þarna er ég þarna er þetta orðið þurrt og nú er ég að byrja að vefja utanum bjölluna bandi sem ég langar að hafa. Ég ákvað að hafa það silfrað. Það er óþarf að líma undir nema ykkur finnst að vera eitthvað, nema þið náðu ekki að binda nú fast og ykkur finnst að vera að ferðast eitthvað þarna upp og haldið að fari af, að þá skulið þið endilega setja bara 1 límpunkt eða eitthvað. Bara bindum þetta þegar við erum orðin sátt við þetta, þá bara binda. Þarna gæti nú verið gott að fá lánaðan putta hjá einhverjum fjölskyldumeðlim, rétt á maður bindi hnútinn svo þetta verði nú alveg vel þétt, hvað ég segja, verði ekki helt laust. Sjáu þið. Svo ætla ég að gera slaufuna. Þá bara nota ég límstifti, set pínu, annarkvort er að setja lím bara í miðjuna. En þarna ákvað ég að setja út í endan og svo brýt ég báða endana innan miðju. Og svo bara krumpa maður þetta svona saman og þá komin þessi fína slaufa. Já, og svo bara binda. Þarna geti líka verið pínu gott að fá aðstoð. Þetta er pínumaus að binda þetta. Þetta vill allt færa svolítið til eins og við sjáum bara hjá mér þarna. Þá, ef þið hafið einhver til að halda fyrir ykkur, þá er það alltaf bara mjög gott. Sjáu þið, kemur þessi fína slaufa. Bara bindi við aðra umferð, eða annan hnút. Sko. Þá er þetta komið. Og nú ætla ég að koma bjöllunni. Ég vil hafa hana þarna í miðjunni.
Þarna er bara mjög gott að hafa nálægt að sjá að ég er alveg að lenda í smá basli með að koma þessu þarna í gegnum gatið. En það getur verið að því að endin vill aðeins klofna oft, en annars er bara að vera þolinmóður og halda áfram að reyna. Sko, og þetta, þá bjallan komin að sinn stað, bind tvöfaldan hnút og klippi svo bara af endana. Ef maður vill það, en þarna ákvað ég að gera bara slaufu úr bandinu líka. Þegar ég er orðin ánægð með lengdina á henni, að þá bara bindur maður annan hnút þannig að hún sé ekkert að losna þó maður togi eitthvað aðeins í bandið. Og það er það sem ég er að gera þarna. Sko, og svo bara klippa. Þá ætla ég bara að þræða perlurnar. Nú er ég að gera hangan. Setja eina græna og eina hvíta og eina rauða. Og takið svo eftir því að ég fer aftur í gegnum, tilbaka gegnum perlurnar til að mynda hangan. Sjáðu. Passa að draga ekki bandi allir í gegn, heldur þú skilja eftir hana hanga. Sjáu þið það. Setti puttan svo að færi ekki allar leið hjá mér. Annars losna allar perlurnar. Sko, þá er komin þessi hangi. Nú þeir bara ákveð hvað ég vil hafa hann stóran. Svona. Þarna lendir hnúturinn þarna niðri og ég reyni oft að koma hnútnum fyrir inn í gati perlunar þannig að hann sé ekki alveg sýnilegur. Getur verið erfitt ef hnúturinn er stór og þarna er ég að gera hnútin fyrir ofan perlunar þannig að perlunar fara ekki að ferðast að bara losna af, skiljiði, þannig ég ætla að binda hnút þarna líka. Þarna er hann kominn, þannig nú er perlurnar bara fastar þarna og þá er þetta tilbúið. Takk fyrir mig.